þá komið að mæleiðsögn fyrir vatnsbera. Þetta opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Ef lesturinn fyrir sólarmerkið þitt, þar að segja merkið sem tengist fæðingardeginum, passar engan veginn fyrir þig núna, þá alltaf hægt að athuga önnur merki úr stjörnukortinu þínu og þar ber helst að nefna rísandi merkið þitt eða tunglmerkið þitt. En við skulum dempa okkur lesturinn, byrjaði að athuga hvaða vatnsbera ég að tala við. Við fáum atburði, uppákomur, áskoranir, ögrannir, hvað framundan á komandi misseri fyrir þennan vatnsbera. Við fáum leiðsögn fyrir vatnsbera. Og ef við fáum innsýnin í framtíðina, hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa. Ok, kæri vatnsberi. Ef við horfum aðeins tilbaka, þá í gegnum tíðina þá hefur þurft að vera ansi sterkt og sterkt á mörgum sviðum. Mér finnst eins og að svo hafi orðið mjög skýr kaflaskil í þínu lífi þar sem að mögulega hafi verið hoggið svolítið á styrkleikanlega þína eða eitthvað neginn að styrkleikanlega þínir að þú hafi upplifað eins og þínir styrkleikar, þinn styrkur hafi ekki verið nóg, hvort sem að þetta hafi verið einhver missir af einstaklingi eða missir af atvinnu eða fjárhagi, jafnvel heilsu. Það svona eins og að, já, það eitthvað endaði, það varð einhver missir á þann hátt að þú gast ekki ráðið við það, það að segja þú gast ekki stjórna því. Og mörguleyti eins og að þú upplifir eins og að styrkleikar þínir hafi ekki verið nægir en hins vegar þá voru þetta náttúrulega aðstæður sem að þú bara hefðir ekki getað stjórnað því sama hvað. Og í dag þá situr í þér einhver kvíði, einhver valkvíði það líka að vita ekki alveg í hvor áttina þú að snúa þér að fara. Það álag og áreiti í kringum þig og svona þungi svolítið sem liggur yfir þér og jafnvel bara pressa, hreinlega jafnvel pressa bara á heilsuna þína. Eins og ég segi, ég að upplifa svona eins og áreiti alls staðar í kringum mig. Þannig að bæði andlegt og líkamlegt. Þannig að núna svo sannarlega kominn tími fyrir þig til þess að kúpla þig aðeins út og bara sinna þér. Það sem framundan hjá þér, það náttúrulega fyrsta sem kemur hér, það verið að hræra í þessum missi hjá þér. Það verið að hræra, þetta einhvers konar áfall og það verður ekki skafið því að þetta var mjög stórt og erfitt áfall. Og það verið að krukka í því. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur, ég ætla ekki að fara að segja að það komi aftur. Heldur að vera að krukka í því og það að vera að fara með þig aftur ofan í það og fara með þig svolítið svona ofan í grunninn á því. Þannig að þú hafir í rauninni algjöra innsýn inn í allt saman. Þannig að þú skiljir það frá A til Ö og
og getur farið í grunninn í staðan fyrir að vera alltaf að plástra þessu einhvern veginn saman, þú veist, og í eitthvað svona hálfmauka kraðak, sko, að geta bara hreinsað þetta almennilega í burtu og byggt nýjan grunn. Þannig að þú ert svona að reyna að vinna úr þessu áfalli. Og það er svolítið snúið í svona vinnu að já, þú ert að læra svo mikið, þú ert að fá fullt af alls konar verkfærum, þú veist, og svo ég tala ekki um að þú ert með faglega aðstoð, að þá ert að læra ótrúlega mikið, þú veist, hvernig þú að bregðast við tilfinningum þínum og hvernig þú veist, þegar þú upplifir þetta þá kannski þarft að snúa svona, en það að lesa hlutina á blaði, eitthvað útskýra fyrir manni, það er bara ekki sami hlutunum þegar maður er í aðstæðum að upplifa þær, því að þá var maður til að bara fara úr límingunum og jafnvel springa, þannig að þetta er það þarf að æfa sig, þetta tekur tíma. Og það er inn í þessu einhvers konar svona sálufélaga tenging, það er að segja, mér finnst að vera stuðningur við þig, sko einhver ykkar hafa upplifað missi á einhvers konar sálufélaga eða förunauti, lífsförunauti jafnvel, einhvers konar missi gagnvart því sem að þið töldu vera til staðar lengur, hvort sem það er maki, vinur, förunautur, einhverju tagi, vinna, heimili, getur verið hvað sem er. En að sama leyti þá finnst mér eins og að sé rosa stuðningur með ykkur. Og þá kannski fyrir flesta frá hinni hliðinni. Það er stuðningur með ykkur. Og það er verið að taka rosalega á hjartanu ykkur. Það fer ekki á milli mála. Þetta tekur á hjartað. Leiðsögnin þín að sko það er verið að minna á það að þú hefur val. Þú hefur ákveðið val sérstaklega varandi samböndin í kringum þig. Þú hefur val hvaða samböndin þú heldur áfram, hvar þú lokar. Það er svona pínu eins og einhver ykkar séu pínu fast á milli steins og sleggju og viti ekki hvað fótinn eiga að stíga. Og þá er hér áminning um það að á meðan þið stígið ekkert skref þá eru þið fast á milli steins og sleggju og það er rauninni verra heldur en að fara bara í aðra hvora áttina þótt þú sért ekki búið að fullvissa hvað er best eða öruggast eða þægilegast eða hvað þú vilt. En það er alltaf þessi áminning því að það er val. Það er val að halda í vináttu, það er val að vera í sambandi, það er val að vera í samskiptum líka. Og númer 1, 2, 3 þá þarftu alltaf að velja þig fyrst. Hvað veitir þér hamingju? Hvað er að fara að efla þína hamingju og lífsgæði í þessu lífi? Það er svolítið að fylgja því að það sé valið. Svo við skoðum hérna fram á við þá ertu að hefja nýja kafla. Því fylgir rosaleg óvissa, og ég finn alveg að það er alveg að fara með mörg ykkar. Það er rosa óvissa framundan, en á sama tíma þá eru þið að stíga út í nýtt ævintýri og þó þessi óvissa þá er samt léttir sem fylgir því að stíga þetta skref fram á við og stíga út í óvissuna og út í þetta óþekkta og geta það skilið svolítið vanlíðan og óttan að baki. Þessi kvíði og söknuður og vanlíðan og sársauki sem er búið að vera geta skilið hann svolítið að baki. Ég meina þið vitið hvað er fyrir aftan ykkur í öllu þessu sem er búið að vera í gangi.
þið vitið hvað er fyrir aftan ykkur, þið vitið ekki hvað er framundan, það er óvissa og það er ógnvænlegt, en það skref fram á við. Það er ljós í myrkrinu, lífshamingja þín er það sem skiptir máli og lífsgæði, þannig að fyndu þetta ljós þó þú vitir ekki hvert að leiða þig. Fyndu ljósið í myrkrinu og leyfðu það að leiða þig. Skulum fá smá auka einsinn hér. Það eru rosa áherslur á sambönd í þessu. Sambönd geta verið alla vegana og að þegar við erum hér, það er einhver missir, þannig að það getur verið að einhver nákominn hafi fallið frá eða orðið slit í einhvers konar sambandi. En svo er líka þetta sambandi sem við höfum við okkur sjálf, hver við erum, hvernig við skilgreinum okkur hætti til að skilgreina okkur eftir atvinnu okkar, hvar við búum, hvar við erum staðsett. Það er líka missir þegar ef það fellur frá okkur. Þannig að samband við fólk, samband við okkur sjálf. Og það er verið að róta mjög mikið, en það er stuðningur með þér. Það er þessi stuðningur. Hann er með þér. Þú þarft ekki að örvænta og það kemur rauninu bara aftur þetta þó þú vitir ekki hvað er framundan, þó þú upplifir eins og að þú sért í kornið að myrkri núna og það er ekkert nema óvissan fram á við, að þá er einhvers staðar ljós sem þú getur fylgt. Að fyndu þetta leiðarljós og fylgdu því þó þú vitir ekki í hvað átt það er og þó þú vitir ekki hvað bíður þín þegar þú stígur þarna fram á við. Þú veist hvað er á baki, þú veist hvað er liðið. Og miðað við þetta, þá er það ekki eitthvað til þess að stíga tilbaka í. Það er ekkert til að, það er alveg alls konar þar sem að má syrgja, má sakna. Það er ekkert að því, en ef það er ekki að fara að næra þig eða veita þér hamingju, þá er ekkert erindi til þess að reyna að stíga tilbaka. Og mér sýnist öllu að þau getur hvort sem er ekki stígið tilbaka. Þannig að það er í rauninni bara ein leið og hún er áfram út í óvissu. Þannig að fyndu leiðarljósið þitt og leyfðu þig að leiða þig áfram. Að lokum ætla ég að fá einn erkiengil. Þannig til þess að fá einn loka skilaboð. Það kemur hér erkiengillinn Hope, von, og það segir hafðu augun opin fyrir gjöf frá alheiminum, mundu og þú átt að skilið. Og það er þetta með vonina og aftur leiðarljósið, hún er hérna með luktina. Aldrei missa von, leyfðu voninni að vera leiðarljósið og leiða þig áfram í gegnum dimma tíma. Og hafðu allstar augun opin frá fyrir merkjum frá heiminum, frá alheiminum. Þú átt allt gott skilið og heimurinn vill hjálpa þér. Þannig að hafðu augun opin fyrir því hvað mögulega stendur til boða fyrir þig. Og hafðu augun opin fyrir öllu sem getur veitt þér von og öllu sem getur lýst þér leið áfram í gegnum þennan tíma sem er margslunginn og erfiður.
En þá ætla ég að segja þessari leið svo lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.